Layar gagnvirkt sýndarveruleikaforrit þar sem að efnið búið til í gegnum netið og snjalltæki eru svo notuð til að skoða efnið. Það kostar ekkert að skrá sig og með skráningu fær maður aðgang að 2 það sem þeir kalla campaigns sem eru 30 daga birting á efninu, en ef maður vill nota meira eða hafa það hugsanlega lengur þá þarf maður að borga. Við skulum skoða aðeins hvað í boði hér á forsíðunni þegar notandinn hefur skráð sig inn. Hér í hægra horni hægt að sjá hvað maður á mikla inneign ef einhver og efst í hægra horni eru stillingar og útskráning. En við skulum bara fara beint í að búa til nýtt efni og við erum beðin að gefa því nafn og setja það í ákveðinn flokk eftir því hvernig efnið sett upp. Og við skulum velja plakat. Og hér dettum við inn á síðu þar sem okkur boðið að hlaða upp efni, hvort sem það eru myndir eða PDF-skjöl eða zip-skrár. Ef við ættum mikið efni nú þegar inn á Layar-forritinu þá getum við nota það og bætt við það sem við erum að gera núna en við erum ekki með neitt. Og ef við förum hann upp í tannhjólið sem eru stillingarnar þá getum við breytt nafnið á þessu sem við vorum að búa til. Hér mjög gott að velja ákveðin stað, það merkt við að allir í heiminum geti séð það en við ætlum bara að velja okkar litla Ísland og það sem kallast in-app branding kemur semst efst á myndina sem maður að skanna og þarna getum við breytt nafninu aftur og sett til dæmis eins og mynd eða logo ef við værum í fyrirtæki. En við skulum bara fara í að hlaða upp myndum og ég ætla að finna hérna mynd af Afríku. Þetta ein síða, þessi mynd, en ég get bætti fleiri síðum ef ég myndi til dæmis vera að búa til eitthvað fyrir tímarit eða annað sem að væri opna eða margar síður. Og forritið segir mér að það þurfi að skanna þessa mynd og athuga hvort hún sé hentug. Það eru ekki allar myndir hentugar. Forritið þarf að geta unnið með myndina og gefur okkur viðvörun ef þetta virkar ekki, en ég get strax byrjað að vinna með efnið þó hún sé ennþá að skanna. Og þarna fáum við upp myndina sem við skönnuðum inn og til hægri má sjá hverju hægt að bæta við myndina. Og þarna ég í svona algengustu hnöppunum en annars get ég valið úr fellilistanum og það skulum við gera núna. Hér erum við með bara grunnhnappana, við erum með margmiðluna og samfélagsmiðlana og svo advanced sem fyrir þá sem eru með prófaðgang. En við skulum bæta einhverju við myndin okkar og við skulum byrja á því að skella hérna inn vefsíðu og þegar ég set hana á þá fáum við upp glugga þar sem við þurfum að setja inn efnið, við þurfum að ákveða hvað á að vera bak við þennan hnapp og við ætlum að finna hérna síðu sem á við, afritum þessa slóð og skellum henni þarna inn. Ég get valið hvort að þetta sé svokallaður textahnappur eða mynd sem fólk smellir á og ég get endurskýrt hvað stendur þarna. Þarna hægt að setja inn liti, ég fæ svona ákveðna liti uppgefna með við hvaða litir í myndinni en ég get alveg sett inn hvaða lit sem ég vil. Og ég get valið að hnappurinn minn birtist á svona mismunandi máta en við skulum nú bara sleppa því og smellum á save. Við skulum bæta einhverju fleiri við og ég ætla að bæta hérna við vídeó og þetta bara vídeó beint af netinu sem ég ætla að setja inn núna. Ef ég með vídeó á tölvunni minni þá get ég hlaðið því upp og enn og aftur ef ég með eitthvað sem ég hef áður notað í gegnum Layar þá get ég fundið það þarna. Hægt að stækka og minnka myndir og vídeó til þess að passa við það sem við erum með. Við skulum líka bæta við að hægt að senda e-mail og þá erum við að senda fyrirfram tilgreindan texta. Þannig ef notandinn smellir á þennan hnapp þá kemur upp fyrirfram skrifaður texti og hann eða hún getur sett inn annarkvort sitt netfang eða netfang hjá einhverjum öðrum og sendir á viðkomandi. Við skulum einnig bæta við einni ljósmynd og það alveg eins og vídeóin að við þurfum að finna myndina, við hlöðum henni niður, skellum henni hérna inn og við getum stækkað og minnkað hana og fært hana til eins og okkur hentar. Og það allt í lagi þó hún sé dálítið lítil því að þegar við förum og skoðum þetta í gegnum snjalltækið
þá getum við stækkað. Þegar við teljum okkur vera komið með efnið sem við viljum, þá förum við í það sem heitir test hérna efst. Og þarna útskýrir forritið fyrir okkur að við þurfum að ná í þetta smáforrit og skanna myndina og það er gott að gera það til að athuga hvort allir tenglar virki eins og við viljum. Því að þegar við erum búin að í raun gefa út efnið eða publisha þá er ekki hægt að breyta neinu. Og við skulum skipta hérna yfir í snjalltækið og þarna er Layer appið. Við smellum á það, það er í raun, það eina sem við getum gert er að skanna, þetta er mjög einfalt notendaviðmót og Layer virkar þannig að þetta getur hvort sem er verið á tölvuskjá eða útprentuð mynd. Layer gerir ekki greinamun þarna á milli, hann skannar myndina og ef hún er til í gagnagrunnum þeirra að þá birtir hann það sem er á bakvið. Og núna get ég í gegnum snjalltæki mitt smellt á linkana sem ég er búin að setja inn og fæ þá upp þær vefsíður sem eru þar á bakvið. Og þetta er vídeóið okkar og við getum séð að það spilast bara í snjalltækinu. Það sama á við vefsíðuna sem við settum inn og einnig tölvupóstinn. Hægt er að zooma inn á myndirnar og efnið sem er. Þannig að þið sjáuð að ljónamyndin sem er ekkert rosalega stór á þessu plakati, hún getur komið upp í frekar góðum gæðum ef við stækkum hana.